Já, velkomin aftur. Ég ætla að tala núna pólitík og stöðuna á flokkonum og ríkisstjórninu og allir þessu og fæ hingað eins og í síðustu viku, bróðir minn, Sigurjón Magnús Egilsson. Ég kynnti þá sem reyndan fréttamann. Já, ég var það í nokkur ár, já. En þú ert ritstjóri miðjuna núna? Já, miðjuna, já, mikið að gera í pólitíkinni. Já. Herðu, ef ekki bara að reyna að gera þetta skipulega? Jú. Fyrst ríkisstjórnin. Já. Hvað? Fyrst ríkisstjórnin. Já, já. Hvað? Byrja, já. Við vorum svona svolítið að tala okkur inn á að hún væri ekki að hanga saman, en hún eiginlega hangir frekar saman núna, eða hvað, heldur en fyrir viku? Já, ég held að, sko, ég held að þor enginn að slíta, sko, að flokkarnir allir í vondri stöðu. Þannig að, sko, kosningar eru kannski ekki ákjósanlega, sko, fyrir þessa þrjá flokka og þegar, sko, fólkið í flokkunum, að það kannski vill bíða betra færis. Ég ímynda mér það sé þannig. Það er misjafnt. Minnst Sjálfstæðisflokkurinn vera líklegastur til þess að vilja rót í ríkisstjórninni. Já, en það hefur hann gert það bara. Hann hefur unnið í því. Já, þegar pallborðið var hann morguninn. Já. Ekki skemmtileg þáttur, það er ekkert að mæla með fólk grafa hann upp og fara að horfa á hann. Að þá fannst mér Bjarni vera langur vígrefestur sem þetta við Hvalamálið. Já. Jón Gunnarsson var eitthvað staðar í morgunútvarpi núna í morgun. Ég var að lesa það bara rétt á hann, já. Já, hann er mjög harður. Þeir eru að búa til, mér finnst bara svo aumt fyrir þá að, sko, Íslandsbankamálið og þetta sem Bjarni er náttúrulega, sko, húsbóndin í því máli, að slíta út af Hvalamálinu. Þau vilja bara tala allt annað en Íslandsbanka. Já, en Hvalamálið er, sko, þröngir hagsmunni fárra, sko. Að slíta ríkisstjórn út af einhverju svona er eiginlega gali, sko. Það er einn maður, Kristján Loftsson, og 130 sumarstörf. Já, tímabundin störf bara. Já. Það var svona ábyggilega fólk á þínum aldri og mínum aldri, strákar sem oft unnu fyrir námi með þessu að fara í Hvalinn. Já, kunnagskurðin, sko, það er ábyggilega, sko, ekki saman hvernig það er unnið. Já, en sko, ekki gleyma því heldur að þegar Kristján Þór Júlíusson var sjávarútvegsráðherra, að þá sendi Kristján Loftsson til hans var ekki bara reglugerð tilbúna. Það bara kom í faxi frá Hval-HF. Þannig að svona sterk tök hefur Kristján Loftsson í Sjálfstæðisflokknum. Og hann sætti sig ekkert við að einhver Svandís sé að skemmilegja fyrir sér. Hann er vanur því að fá að setja reglunar. Nákvæmlega, já. Kristján Þór hefur sagt að til hvað settu við að semja svona reglugerði ef að nafni getur gert það. En það er kannski er þetta til þess að kaffæra umræðinu Íslandsbanka? Nei, það er ekki. Heldur þetta nái bara djúpt inn í sál Sjálfstæðisflokksins? Þetta Hvalamál? Hvalamál? Nei, þeir bara er að nota þetta mál. Til þess að í þetta. Það reynda stundum. Þeim er alveg sama, heldur þessum venjulegum þingmanni Sjálfstæðisflokksins eitthvað sem ekki sama Hvalamáli. Þeir eru eitthvað allt annað. Þeir vilja fara að opna áfengi, sko, það allir getur sett áfengi og það er svona sem þeir eru í, sko. Já. Og hvort það þurfa að draga úr þessu styttingu fram að skólan sem Illugi Gunnarsson gerði, sko. Eitthvað svo þeir þar. En Hvalurinn, það er þá bara... Það er eitt sem er í flokknum, sem að, til dæmis, hvernig fólki sem býr út í Skerjafirði talar út af því að þá koma hverfið þarna og þeir vilja ekki fá einhverja fátaklinga inn í ríkramanna hverfið sitt. Og í sambandi við þetta, þá stundum finnst mér að sé svona hluti að Sjálfstæðisflokknum sem það, þú veist, ef að okkar menn get ekki stoppa svona mál, til hvers erum við þá eiginlega í ríkisstjórn? Það er þessi stemming sem er mjög sterk í flokknum, sko. Já, núna. Já. Og sko, svona kjörkuðustu þingmennir er að tjá sig það, sko. Alveg svo Jón Gunnarsson, hann var, ég man ekki á hvaða útastæðan var í morgun, en sko, hann er bara harður, sko. Og hann er svolítið svona skellir út og svo kastar hann sipp og kveikir honum á eftir sér og kveikir í húsinu. Hann er svolítið þannig. Hann að tala að ríkisstjórnin sé eiginlega ómöguleg.
En það er hann farin úr. Já, hann fer með sko hurðarskellum. Hann fer með hurðarskellum og hann bara kveiki í húsinu. Það fer mikið fyrir honum. Það fer mikið fyrir honum. Og hann ætlar ekki að láta þetta verða ókipis. Að henda Jóni Gunnarsson út ríkisstjórn, það er ekki ókipis. Nei, en sko, þegar hann var gerður að dómsmálaráðherra, hans kannski var mest hissa af öllum sjálfur, sko, að hann fengi þetta ráðuneyti. En það var að sko, hann vantaði eitthvað tíma til að komast á eftirlaun ráðherra, og var þá 18 mánuði, og þá var það komið. Þannig að hann getur ekkert við fúllið við því, hann var bara ráðinn í þennan tíma. En svo er annað sem er svo auðlega sko, bæði hann og Bjarni hafa bara ítrekað það að nýji dómsmálaráðherrann skuli í einu og öllu verða Jón Gunnarsson í háttum og stefnu. Það var könnun í vikunni, þar sem að sjálfstæðismenn voru spurðir og það voru yfir helmingur var ánægður með Jón en bara eitthvað rúmlega 20% með Guðrúnu. Þannig að til þess að vinna hilli sinna flokksmanna þarf Guðrún að sýna að hún er ekki bara jafngóð og Jón, heldur betri en Jón og þá er það líklega í þessum tón sem hann hefur gefið í varðandi vopnað ykkur lögreglunar og flóttamönnum og hann er í ykkur stríði gegn skipulagri glæpastarfsemi og hann er að lýsa heimi sem er eiginlega að fara til helvítis og að við þurfum að fá svona nýja löggu í bæinn. Hann er svolítið spilað inn á það. Já, var hann svona svona framkvæmdamaður, hann vildi virkja mikið og hann var svona, maður sá alltaf þegar maður sá Jónas, sá maður eiginlega fyrir sig svona gulan kattepillar eitthvað sko, hann var allir þessi miklu virkinamaður, miklu framkvæmdir og svo fer hann í dómsmálaráðuneytið og þá kemur sko þessi framkvæmda þráans, kemur þá út í þessu. Það eru keyptar hríðskotabyssur og það er þess að vera hægt að framkvæða mikið, við höfum reynt að reikna það út hérna. Það eru líka 400 hríðskotabyssur og 400 skammbyssur og svona 3 herbyrgi fulla skotfærum sem að fást fyrir hennar pening sko. 180 milljónir. Þeir neita að segja hvað þetta er mikið. En þangað til að kemur eitthvað fram að þá finnst mér bara okkar mat bara standast alveg en þetta bara fara að googla á netinu og sjá hvað þetta kostar. 400 að hvoru. En ef sem að þýðir eiginlega það eru allir sem er bara vakt í kvöld og fólkið á símanum sem er vopnað, það getur verið vopnað. Herðu, en hérna varandi þessum út að lýsa Jóni, hann er svona, við höfum nú sagt að hérna við Rauðaborðið stundum, að hann er kannski hérna fáu típunum hann í ríkistöðu sem var þetta að nota svona í framhaldsþátt í sjónvarpi. Hann er kostuleg típa. Og eitt af þessu sem þú ert að lýsa núna, hann er svona framkvæmdamaður og það þýðir það að hann þolir ekki að sitja fundi með VG sem að vilja helstur að tala svona samræðu pólitík. Ekki alveg við hans stíl sko. Jón Gunnarsson hefur tvisvar gefið mér gullmerki Sjálfstæðisflokksins. Hann gaf mér það einu sinni og ég týndi því og hitt hann svo seinna. Og þá sagði það ekki vera með neitt. Ég sagði, jú, ég horfa á það. Og hann tók á jakkanum sínum og kamerað hana. Þeir merkja sig allir með þessu. Já, ég á svona 2. Allir þingmenn. Á ég kom með í næsta þátt, þá getur við verið með sig. Nei, ég á ekki svona, ég vil ekki ganga með svona. Nei, ég á 2. En ég tekja til þeir ganga með eitthvað svona, maður stundu veltið fyrir sér allir eigi eitt merki sem er flytja á milli jakkana eða allir sé svona merki í öllum jökkuna þeirra. Við spurðum á pressunni í gömlu daga, þá spurðum við einhverja sjálfstæðismenn að þessu sko. Það er ekki bara Þorsteinn Pálsson sko. Og ég man nú ekki svarið hans en ég þekki Þorsteinn og Þorsteinn er svo húmorískur maður, hann geta að svara sko, mjög skemmtilega, þetta er svona þannig spurning sko. Já, við líka hérna fengum að kíkja í skartgripaskríni á Karvel Pálmansinni heitnum frá Vólingavík sem var svona alltaf með keðjur og eins og kallar verðu oft með aldrinu skrautkendir. Já, hann leiði okkur að mynda ef maður rétt sko. Skartgripaskríni sitt. Ég ætla ekki að leiða að fara með þetta samtal alveg. Hvað er með Bjarna? Nei, leiða þú stjórn á þættinum. Hvað er með Bjarna? Er hann sterkur í flokknum? Nei, það kemur ekki til greina sko. Nei, hann getur ekki verið það. Sko, og fólki láti kannski þannig sko, þú veist, flýtur menn ekki sekkur eitthvað svona. En hann ættir að svara umboðsmanni Alþingis út af Íslandsbankamálinu. Íslandsbankamáli er einhver hryllingur og hann er húsbóndinn, hann er verkkaupinn fyrir hönd okkar sem fjármálaráðherra. Honum var falið að selja bankan af þinginu. Honum var falið að selja bankan. Já, ég segi það. Það er bara, hann er ráðherra í þessu málaflokki og hann náttúrulega
ber ábyrgð og þó svo, hvað er það, Jón Gunnar Gunnarsson, þetta er hann ekki? Nei, þarna... Já, Jón Gunnar, er hann Gunnarsson? Nei, forstjóri eða framkvæmdastjóri Bankasýslunnar. Sem var að tala þetta væri farsalista sala. Í Evrópu. Já, hann er að reyna að koma því á að hann veri kallaður farsaldarflón. Íslands farsaldarflón. En hann heldur það bara, hann sé Evrópumistari í þessu og það er allt vitlaust, sko. Já, hann Bjarni nú líka á því að það sé allt rétt sem hann gerir. Já. En hann er náttúrulega að passa sig núna að segja að hann, sko, hann leti þetta frá sér. Hann varð að skrifa undir öll tilboðin, eða ekki, sem kaupið þessu máli. Hann ber fyrstu ábyrgð, sko. Það þýðir ekkert fyrir skipstjórinn að benda á kokkin eða eitthvað, sko. Bara hann er að stranda bátnum, sko. Já, svona aðeins að tala við menn í gær, svona hér og þar, og reyna svona að átta mig á því að það er svo mísað hvernig svona mál eru, einhvern veginn bara stinga þjóðin einhvern veginn í hjartastað. Ég man til dæmis, manstu þegar Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson ákveðu að fara í stríð við Írak, að þá fann maður það bara vel út á götu, þetta var bara áfall fyrir þjóðina. Sko. Við erum bara ekki þjóð sem erum að lýsa yfir einhverju stríði gegn einhverjum, það hafði mikil áhrif á þjóðina. Og ég var svona að reyna að átta mig á því hvaða áhrif þetta Íslandsbankamál hefði. Og var að tala við fólk svona sem að vinnur við kerfið og inn í kerfinu og eitthvað svona. Og mér fannst þetta svona að vera alvarlegt mál. Það var einn sem að sagði eitthvað í þá veruna sko, við verðum að hafa embættismenn og ráðherra sem geta viðurkennt mistök. Því að það er svo dýrt að hafa það sem er ekki og það er bara svo slæm skilaboð út í þetta. Já, halda áfram út í óferðinni. Já, það er bara búið að öllum ljóst. Þetta var algjör katastrófa. Það samt er eins og Jón Gunnar alltaf fram að þetta hafi verið snild og Bjarni eitthvað Bankasýslu Já, Jón Gunnar. Og Bjarni að halda því fram sko að hann hafi gert allt bara hárrétt. Hann sagði það í þinginu og svona svo bara er alveg umbóðsmaður alþingis og segir bara, heyrðu fyrir ekki, þið vilt ekki bara svara þessu hérna. Og þá koma einhverju algjör útusnúningar eitthvað frá honum og þá bara í borðið. Nei, þú gerðu betur. En inn í flokknum, þá er hann oftar þannig, hann mitt frekar standa með, bara eins og republikanar í Bandaríkjunum, standa frekar með Trump, alveg sama hvað er á hann smurt. Að það skiptir ekki máli, þetta er allt saman bara eitthvað mískilningur og ofsóknir og eitthvað svona. Er þetta viðþorfið inn í grasrótsflokksins eða eru þar menn sem eru bara orðnir þreyttir á því að sko þurfa að verja Bjarna Benediktsson í öllum kaffitímum og hvað heldur þú? Ég held það. Þannig að kom svona þreyta í... Já, ég held það. Hann er búinn að ná Davíð, held ég. Bara Ólafur Thors sem hefur verið lengur formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann er þýfallega, hann þarf eitthvað 15 ári viðbótið eitthvað, eða 20 ári. Nei, já, hann var... Ólafur var yfir 30 ár og þannig að sko, ég veit ekki að þetta er eitthvað svona vandræði með sko, Vilji Guðlaug Þór sko, sem formann og hans klíku En vill ekki Bjarni að Þórdís Kolbrún taki við þessu? Jó, það væri sko En er hún að styrkjast inn í flokknum? Eða... Já, ég held það. Þessi herfóringi sem hún er hann í utanríkisráðuneytinu, það er að skapi sjálfstæðismanna. Það sem hún lætur eins og hún sé bara einn af hershöfðingjum NATO. Þótt að hún sé frá landi sem er ekki eins og með her, þá er hún oft bara herskári en aðrir. Búin að taka loka sendiráðinu. Það gerum bara upp á eigin spýtur. Og aðrir ósáttu við það, sko. Þannig að Sástu myndina af sendiherranum sem hann setti á Facebook, það sem hann var með... Töskunar. Töskunar fyrir utan. Það var eitthvað svo umkomulaus. Já, mjög snilt hjá hann, maður láta ekki, það ekki sem inn. Já, ég veit það, þetta var söguleg mynd. Íslenska utanríkisþjónustan komin í 4 ferðartöskur á leiðinni. Ég held hún hefði styrt sig, hún svona kemur betur út núna og ég held að það sé fyrst og fremst sem skiptir miklu máli fyrir hana það er það að Þórlindur Kjartansson er aðstofmaðurinn núna þegar hún var til að skrifa sko, í sunnudagsmokkan, ég held hún skrifir sem sagt í annar hverju viku í sunnudagsmokkan Ekki alltaf aldrei saman Þórlindur skrifið það? Nei, kannski lesið yfir stíllinn hennar var ekki góður ég og annar voru alltaf svona hvað ætlum sé að meina, sko. En nú er það bara alltaf, að ég þekki Þórlind, hann er sómamaður, klár,
og að vilja vel menntar þetta. Með allra skástu sjálfstæðismönnum. Já, svo skemmtilegu líka. Já, þegar hann vann með mér sko, þá komast stundum gangkvæmt á höndum minna á skrifstofuna til mig til að spyrja hvort ég væri með símanúmer eða eitthvað sko. Og gekk hann stundum á höndunum, skemmtilegu sjálfstæðismaður. Og vikunarlegur. Ég held að hún hafi styrst mikið við að fá hann. Okay. Hann sé ekki bara eitthvað, já. En heldur það sé ykkur inn í Valhöll sem með herðu býtu við mælumst með 18,5% fylgi, við erum með öflugustu kostningavélina, við getum bætt svona 6% í kostningabaratu, við getum farið í 24%, býtu, við ekki bara láta það gossa. Heldur það sé verið að meta þetta þannig? Já, sko, fyrir síðustu kostningar, þá mældi sjálfstæðisflokkurinn ekki vel. Nei, og enn síður 2016. Já, en Bjarni sagði svo bara, daginn fyrir kjördag, sko. Hann sagði, við fáum meira en þetta, sko. Og þá talaði við mig eftir og rifja þetta upp sem Bjarni sagði og þá kemur sko borgarfjarðarruglið sko. Og þá verið verið að hann stýra einhvers staðar sko kostningu, hvað vitum við? Þeir náttúrulega stýra meira og minna kostningum í Íslandi sem náttúrulega að hinir flokkarnir látið sætta sig við það sko. Þessi sýslumenn eru meira og minna sjálfstæðismenn. Þeir eru búin að reka dómsmálaráðuneytið síðan elstu með muna. 87% á tímanum frá 1991 reiknaði ég daginn. Því þeir voru eitthvað kvarta yfir stöðin í útlendingamálum. Þeir eru búin að vera með hana. Þetta bara höfundaverk þeirra. Þessi staða. En þarna ég held að það sé mikil svona ókyrrð í sjálfstæðisflokknum. Og hver ræður sjálfstæðisflokknum? Er það svona stöndur eldri kallar? Þeir eru myndir af fundum að inni. Þá er þetta náttúrulega bara Halldór Blöndal bara í miðjum aldri á myndunum. Já, hann formaður sambands eldri sjálfstæðismanna. Þetta í SSU. Hver ræður sjálfstæðisflokknum? Samherji? Nei, það held ég. Hver ræður sjálfstæðisflokknum? Já, sko Útgerðin? Útgerðin? Já, útgerðin, já. Já, ég held það. Eins og sérst bara í þessu hvalamáli. SA, sem náttúrulega rosalegt svona powerhouse, því að þeir stjórna hverjir í lífeyrissjóðunum og þeir eru náttúrulega, samtöku atvinnulífshúsið náttúrulega kannski valdamesta blokkin í íslensku viðskiptalífi. Já, neðan hagkerfinu og því. Öllu því. Já, það er það. Halldór Benjamín eftir formaður? Það náttúrulega var að tala það, en ég sko sjá til. Þegar þessi hörðu átök voru milli Eflingar og SA, að þá gekk ýmsu, svo hættir, eftir þá samningar, þá hættir Halldór Benjamín. Og eftir það Sólveig Anna og Efling búin að ganga frá mörgum samningum, alveg hljóðlaust. Engi vandamál. Þannig að ég segi að vandinn var Halldór Benjamín, sko, ekki Sólveig Anna. Hún náttúrulega þurfti að berjast við hann þennan fauta, sko, og bara á hans velli og hafði bara betur og hann er farinn og þá semur Efling bara eins og ekkert sér. Og heldur að þessa hafi raunlega verið að losa sig við hann? Já. Sömuleyti var sko, taktíkin hans var þannig að Efling ætlar ekki að semja, Efling ætlar bara í átök á vinnumarkaði, fara í verkvöll út af einhverju pólitísku tilgangi og við verðum bara svaraði með sama hætti. En svo þegar, eins og þú ert að lýsa, þá vil að afhjúpast það í söguþræðinum að það voru þau sem að voru í einhverjum svona stríði, sko. Ekki Sólveig Anna. Nei, Sólveig Anna, þetta er bara að fólk ætti fyrir mat út mánuðinn. Þannig að sömuleyti afhjúpast það, þannig að kannski var svona innan, kannski hefur hann fundið að það veri erfitt að fara að mæta með þessa herskáu stefnu inn í næstu samningslótum. Já, kannski. Það myndi aldrei vinna það. Sko. Þá myndi einhverki ganga inn í rekja, svo þetta var bara vitleysa. Það er mér fyrst það, mér og ekki nógu mikið gladegla á því að Efling búin að gera marga samninga eftir þetta, þá enginn Halldór Benjamín og allt gengur vel. Hann var í því að hleypa þessu upp og reyna að búa til einhverja ranga mynda Sólveig Önnu, hún kannski hvatvís og ég held að þetta er svona system. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, hann býður átækta, fylgist með, ætlar að sæta færis og fara bara í kosningar ef vill. En svo náttúrulega þessi millileikur sem væri alltaf bara að henda VG út úr ríkisstjórninni og taka Flokk fólksins í staðinn. Og það sé ekki ódýrara. Ég held að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn séu að tala þetta sína milli, sko. Þeir segja bara, það er bara of kostnaðsamt fyrir okkur að vera með VG.
að kenna VG alls konar hluti. Ég heyrði eitthvað tala á Sjálfstæðisflokki sem var að kenna VG að bankasýslan hefði verið lögð niður eftir ríkisendurskoðunarskýrsluna sem bara, þetta búið að vera stefnur Sjálfstæðisflokksins alveg frá því að bankasýslan var sett á laginnar. Það er svona eins og bara að kenna VG eiginlega allt, sko. Já. En það er hérna VG, ég er að tala um það. Sólveig Anna, þú nefndir hana, hún var hérna í fyrradag og hún var að segja sko að ef það er einhverju kjósendur VG, einhverjum almennir þingmenn eða er einhver grasrót þarna inni, að þá lítur þetta fólk bara ekki að sætta sig við að hérna Katrín Jakobsdóttir láti eins og VG segi Katrín Jakobsdóttir. Að það lítur að vera einhver stjórnmálaflokkur hana. Að þá getur sá flokkur ekki látið Íslandsbankamáli yfir sig ganga. Nei, ég er sammálaður. Ég var að vitna í hann. Það er bara ekki við, ekki bara þjóðin ekki heldur. Þetta má ekki ganga. En sko, ég held að það sem að Svandís Svavarsdóttir gerði, með að stoppa hvalveiðarnar, það myndi lyfta flokknum meira en það gerði. Það er ekkert að marka, sko, vanalega því þetta var maskiningunum síðast. Þá taka þeir yfirleitt svona viku, en í þessu þá var þetta alveg heill mánuður, ég kannaði það nefnilega. Af því að það er ekki hægt að lesa neina svona sveiflur á milli dag út af þessari könnun og svo fáum við líklega Gallup núna helgina eða mánudaginn og það er líka tekið við svona heila mánuð, þannig að það er enginn að taka svona kannanir frá degi til dags. Nei, svona snertli kannanir sem er alltaf skemmtilegast. Af því að þá getur við mælt svona, eða þú fengið eitthvað svona tilfinningu fyrir hvað svona mál ein og sér, hvað árið þau hafa. Já, það vantar þetta eins og DFF kannanirnar voru spennandi. Þannig að í þessari maskiningunum sem kom, þar sem þau voru með 7%, ég man ekki hvað þeir voru með síðast í maskinu, þau voru með 5,6 eða 5,7%, hvað þau ekki bara 5,7? Bættu vissu rétt með 1%. 1%. Það sem er náttúrulega eina skekkimarka. Já, ég veit það, ég held sko hitt að það er myndið sko, loksins komið þeir með eitthvað mál, það var að stoppa. En 2/3 af könnuninni er fyrir hvalamál. Þannig að það kemur ekki ljós strax. En getur VG hangið þetta? Eru þau ekki bara að reyna, hvað myndum að segja, ríða átemjuna? Bara vona að þau einhvern veginn haldist þannig inn í ríkisstjórn því að þau hafa enga góða kosti. Nei. Annarkot að henda íhaldsflokkarnir þeim út og taka einhvern íhaldsflokk inn eða að það fari kosninga sem eru mjög erfitt fyrir þau. Já, þau eru mjög illa stödd núna. Þau eru mjög illa stödd, en samt er þetta núna að stoppa hvalveiðina. Þar er VG sko stendur upp úr stólnum og er eiginlega eina svona stóra máli sem þau hafa. Þú getur ekki farið í kosningar með kjósum hvali, VG? Nei, þeir sýna þarna loksins sko smá bein í nefinu, þetta er ekki bara brjós sko. Þá verður að setja bara Svandís í fórstuna. Já. Ef að hinn fer að þá Svandís... Með hvað erindi geti Katrín Jakobsdóttir farið í næstu kosningar? Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Svo er annað sem að... Það skiptir máli ykkur stjórnar? Það var síðast. Ég las í morgun líka að Guðmundur Ingi Guðbjarnarson, varaformaður Vinstri-grænna, hann er að slípa til að vilja sjálfstæðismanna aukna valdheimir til ríkissáttasemjara. Já, hann vill ekki hleypa því í gegn. Nei, hann segir núna sko að það vinna hafið við það aftur sko. Já, en það er ekki að því að moggin er náttúrulega áróðsblað. Ef maður les bara nákvæmlega það sem hann segir, þá segir hann að verkalýðshreyfingin hafi staðið á móti þessu. Þetta var náttúrulega samþykkt í ríkisstjórn sko, þannig að VG, ég veit ekki hvernig fóru að því að samþykkt í ríkisstjórn. Síðan er verkalýðshreyfingin mjög á móti þessu, þannig hann ákveður það að búa til samráðsnefnd, til þess að búa til samkomlega, það sé ekki að þetta mál í gegn í ósátt við aðila vinnumarkaðarins og það verið vonandi tilbúið í haust. Þá getur maður ímynda sér að koma út úr því eitthvað sem verkalýðshreyfingin getur sett sig við, sem er bara enga breytingar, því þetta snýst náttúrulega bara samningsrétt og verkfallsrétt, þannig að verkalýðshreyfingin getur ekki afsalað sér því, það getur bara, hann er bara hætt og bara breytt sér endanlega í sumarhúsaleigu. Og þegar hann kemur fram með það, þá náttúrulega hvín í sjálfstæðisflokknum, því að þeir eru bara á sama, ég meina, íhaldsflokkurinn breski er að reyna að berja niður, þeir eru að setja lög sem eiginlega stoppa verkfall.
Þannig að Sjálfstæðisflokkur er bara þar, sko. Já, ég veit það. Þó svo að hafi verið í meir en kannski öld í okkar heimsluta borin virðing fyrir því að verkaliðurinn verður að fá að geta sótt fram betri kjör með verkvöldum. Að þá er Sjálfstæðisflokkurinn ekkert af því. Hún finnst svona síðustu 100 ár mistök að þessu leyti. Það hefur verið miklu betra bara verkaliðurinn væri bara haldið niðri. Já. Það hefur komið betra samfélag út af því. En samt er þetta á borðinu hans, sko. Hann er ekkert búin að loka á þetta, hann er með þetta á borðinu. Hann er varaformaður Vinstri græn og það sem ég var að hugsa, sko, það eykur ekki, sko, fylgi Vinstri grænna að varaformaðurinn sé að möndleika á Sjálfstæðisflokkinum að auka heimildir ríkisstjórnarsemjara. Ég held að. Mér finnst líka bara ævintýrlegt að þau skyldu hafa samþykkt þetta. Já. Þú veist, í einhverjum hita leiksins þegar var verið að deilan var þarna milli ríkissáttasemjara og Eflingar. Að þá samþykkja þau bara í ríkisstjórn að eigi að auka völd ríkissáttasemjara. Og það sem að mér fannst þetta ævintýrlegt á að ég heyrði ekki betur en bara meirihluti þingheims að taka undir þetta. Já. Þetta var ótrúlega, það var margt sem skrítið sem gerði síðan vetur og eitt af þessu var þetta. Það var bara eins og væri meirihluti inn á þingi fyrir því að taka verkfallsréttin af launafólki. Og líka reyna eins og mögulega geta að það sé ekki skyldu aðild að verkfallsfélögum. Það er Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að leggja það fram. Þetta er það sem þau vilja, leggja Það Dilja og Ólibjörn, þetta er það sem þau er skemmtilegast að tala á þingi. Það er en stórkostlegu eyðilegging sem verkalýðshreyfingin hefur valdið á samfélaginu. Þeir segja það nú alltaf. Það liggur, þau eru að halda því fram. Það er að lesa út úr því sem þau segja. En ef maður skoða söguna síðan 100 ára þá sér maður að allt sem er einhvers virði í samfélaginu hefur verið náðst fram með baráttu verkalýðsins. En þau eru alltaf að segja að þú veist, við verðum eiginlega bara við erum að nútralisera þetta í samfélaginu, þannig að verði ekki þessi röskun á okkar vilja. Herðu, svo er það týndiflokkurinn, týndabarnið, millibarnið, Framsókn. Skilnaðarbarnið. Já, Framsókn. Það var sko myndaðin þremur, sko, eitthvað svona, öll svona dökk á svipinn, sko, og þá var eitthvað sem sagði þarna er hjóni sem er að skilja og Sigur Ingi væri skilnaðarbarnið, sko, horfir á þau hvernig hann á að akta þetta, sko. En hann er, við hafa könnun núna, svo fórst að vinni og þá er það þannig að frá kosningum að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn mist fjórðungina fylgi sínu, VG hefur mist 2/5 af fylgi sínu, en Framsóknarflokkurinn hefur mist helmingina fylgi sínu. Og það er ekki góð staða. Nei, ég hef alltaf verið þeirra trúar að Sigur Ingi sé svona frekar veikur formaður. En það er enginn sem gerir, sko, fyrir á móti honum, eitthvað vegna. En ég held það, sko, að hann sé svona minnsti maðurinn að þessum þremur. Hann leggi minnst til og berjist minnst. Og það var það sem er harðkjarni Sjálfstæðisflokksins sagði alltaf Geir Haarde, þetta var svo illa mann, sko, af því að hann náttúrulega stóðst ekki samanburði meistara Davíð Oddsson. Og þá sögður að hann væri of hræddur til að berjast og feitur til að flýja. Þetta var alltaf sagt Geir Haarde. Smekklegt eitthvað. Við fyrir grimmir. Já. Þú varst eiginlega að lýsa Sigurði sem svona eins og Geir Haarde Framsóknarflokksins. Ekki atkvæða mikill formaður. Óljóst hvert er hann eiginlega að fara með flokkin. En nú er pólitík þannig að það er bara hressilegt að hafa kosningar formenn. Ætti Framsókn ekki bara að skella sér það og athuga hvort Ásmundur eða Lilja tekur þetta eða eða ykkur Willum komi sem dark horse eins og sagt já, eða ykkur utanfrá, það er aldrei utan Sigmundur Davíð, eins og hann kom þeir sóttu hann, ég veit ekki hvert það verið deilt það hvort það verið sóttu til Oxford eða hvað hann var á sínum tíma en hann er svona dæmi stjórnmála sem kemur out of the blue Kristrún Frostadóttir er hann 2009 er hann sem formaður Framsóknarflokksins og það var á því flokksþingi þá var tillögur að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Halldór Ásgrímsson skildi við flokkinn þannig það var svona hægri flokkur sem mikið svona fyrir
gangi í Evrópusambandið og það myndi breyta Íslandi í skattaparadís. Já, alþjóða fjármála eitthvað. Alþjóðleg fjármálamiðstöð. Singapúr norðursins. En líka fyrir Evrópusambandið, þannig að það passar ekki alveg en aldrei. En Írland hefur svo sem farið þessa leið. Írland hefur farið þessa leið. Það eru rosalega lágir fyrirtækjaskattar. Já. En sko, þegar þeir eru kosnir, þessi gæjar allir, sem er bara þoli í Evrópusambandið, þá var sko formanskjör í flokki sem vildi sækja aðild Evrópusambandinu. Menn sagði reyndar að það væri svo skilirinn, það væri þannig að þeir væri eiginlega að bjóða sko Evrópusambandinu gangi í Framsóknarflokkinn, það var svona brandarinn á þeim tíma. En þegar þeir eru kosnir, þá er það bara hægri sinnaður Evrópuflokkur. En núna er þetta hvað? Hægri sinnaður Evrópuskeptískur flokkur? Já, tækifæris bara eitthvað, eins og bara oft hefur verið sagt Framsókn. Mér finnst það einhvern veginn sko, hann fær að kynna einhverja samgönguáætlanir og húsnæðisáætlanir og ég hef hann grunað mér alltaf með sömu gröfin sko, skygnunar. Þannig alltaf með einhverja fundi og talar mikið og ég held að Davíð Oddsson hafi verið að gera grín á hann að hann vildi bora í gegnum all fjöll á Íslandi. Það er svona stórtækur eitthvað sko, svo vítum alveg að þetta er bara áætlun sko. Og hinum megin svo er kannski Bjarni Ben að halda annan fund þar sem hann er að tala sko fjármálaáætlanir og fleira, þar sem ekkert af þessu dóti sem að Sigurður Ingi ætlar að gera er með. Nei. Þannig að hvor heldur að ráði á endanum? Ég held að þetta sé hvorum tveggja bara kynningar sko. Að eins og fjármálaáætlunin, hún eftir að breyta sko. Þau að misreikna tekjurnar til dæmis að túrismannum í nokkur ár sko. Þeim aldrei verið nálægt sko. Er það ekki rétt munið á mér? Þeir alltaf sko, tekjurnar verða alltaf meiri. Þeir er náttúrulega verðbólga og hagvöxtur og þá þenst út tekjuhliðin. En hitt er samþykkt bara einu svona ári útgjöldin og það er miklu meiri þrýstingur á að halda það niðri. Þannig að það kemur svona skammur tími þar sem maður lítur út fyrir þessi betri afkoma ríkissjóðs en er það raunverulega ekki. Því að megin þá þarf að bæta fyrir sko stofnaninnar og verkefnin sem ríkið er með þurfa að fá bætur fyrir aukinn kostnað í verðbólgunni. Þó svo hafi verið ákveðið að hafa þetta svona þegar það var reiknað með 5,4% verðbólgu, svo er hún 10%, ekki mikið að tekja inn, reynt að halda þessu niðri, en að endan springur þetta í andlitið á þau sko. Ekki nema alltaf bara að fara að berja niður opinbera þjónustu sko, sem að kannski er stefnan. Einhvers staðar væri það kannski hægt, en víða er bara nauðsynleg opinber þjónusta bara ekki nógu vel fjármögnuð eins og sjúkrahúsin og heilsugæslurnar og það saman. Ég held að finni orðið allir fyrir þessu. Það bara er lakari þjónusta eiginlega hvert sem hvert sem við erum að tala um Framsókn og ég sagði áðan að Sjálfstæðisflokkur væri með svona derring í Hvalamálinu. VG er eiginlega ekki með neitt derring við neinu. Bara þau gerðu þetta með Hvalamálinu en þau er ekki með neitt derring. Hins vegar í Íslandsbankamálinu þá voru það þeir ráðherrar sem að töluðu sko harðast gegn Íslandsbanka voru Sigurður Ingi. Voru Sigurður Ingi og Lilja. Hvað er Framsóknarflokkur að gera með þessu? Ég veit ekki sko, náttúrulega sko, ég vil segja meira margt takkandi á Lilju sko, bara svona vegna bara menntunar og annað sko. Og er þau ekki bara fara í liðið sem að villit ekki sem ofbýður og skera sér þá svolítið svona frá Sjálfstæðisflokknum. Það er svolítið skrítið að vera í ríkisstjórn en akta eins og maður sé í stjórnarandstöðu. Eins og maður sé í stjórnarandstöðu? Já. Þetta er svolítið þannig. En það er svona, ég veit ekki, sko Framsókn náttúrulega fer ekki með þetta slagorð sitt aftur í kosningar. Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Já. Alveg ótrúlegt að vinna stórsigur í kosningum með þessu. Þetta hljómar vel sko en Trump allar aftur og þá var verið að tala um getur þú fara aftur með slagorðið Make America Great Again. Já. Og þeir hafa sagt já, við getum gert það er Make America Great Again. Þannig að þeir getur farið með er ekki bara best að kjósa Framsókn aftur. Það getur verið. Já. Kannski gera það. Nei, ég held að það sést líka á skoðanakönnunum að þessi þríflokkar, þeir hafa mist mikið fylgi
og tröst til formannana, það líka mikið minna en hefur verið, ekki? Og Katrína líka? Já, bara, Katrín bara detta í sko sömu stöðu og Ásgeir í Seðlabankanum. Já. Hún var bara með svona sjónamun betri stöðu hjá þjóðinni heldur en Ásgeir, sem búin að vera sko með bara hengingarólina á maður ársins. Já, maður ársins fyrir hvað þeir var árum. Já. Það var ekki verið nú síðast. Var það síðast? Nei, var ekki verið að vextinur lágir sko. Já. Það hefur verið ábyggilega 2021. Já, lágastalandið í Ísland. Já. Kaupið ykkur íbúði, fjárfestiði. Þannig að þið vorum að tala um stjórn og stjórnarandstöðu. Já. Það eitt sem að mér fannst að þjóð blaðamaður. Þegar að Íslandsbankaskýrslan kemur, eða þetta frá fjármálaeftirlitinu, sáttin, Róbeber, þá eiginlega allan þann daginn að þeir sem að tjá sig og hvað eru hneykslaðar á Íslandsbanka, voru sko málsaðilar málsins. Það voru ráðherrarnir, það var bankasýslan. Þú veist, það var ekki fyrir en svo var aðeins henta aðeins í stjórnarandstöðuna þarna. En svo bara eiginlega meir og minna þá hafa sko eiginlega ráðamenn stjórna tóninum í þessar umræðu. Ég kom við mjög óvart sko að sem bara mjög oft sko. Þetta sé bara ríkisstjórnarsjónvarpið eins og ekki ríkissjónvarpið. Já, sko svona vissulega kemur stundum upp svona aðgangsharka. Heimi Már getur verið mjög ákveðin spyrill og allir með það. Svo var ég veit að ég var ekki Freyr hver var það sem að spurði Finn Árnason, stjórnarformann Íslandsbanka út af starfslokasamningnum í Byrnu og þá sagðist hann ég man nú ekki tölunar í þessu, þá sagði hinn gerðir þú ekki samningin? Jú. Það Finnur Árnason að vera að koma sér í eitthvað svona maður með alveg flekklusan feril sko, að vera að koma sér í stígin í svona gildru sko. Það bara kjánalegt, asnalegt. En við hófum ekki að vita það, eða sagt núna, fyrir ná næsta ári. Nei, það ekki rétt. Já, hann sagði það Finnur. Það hefur búið að leiðrétta það. En hann hafi sagt að þetta kæmi fram í uppgjöri og þá hefur eitthvað lagt saman 2 og 2 að þetta væri ársuppgjöri. Þannig að þetta kemur fram í 6 mánaða uppgjörinu sem að verður líklega klárt svona, myndi gíska svona 22. júlí. Það kemur til ljós. Þetta eru svona 60 milljónir. 60 sem hún fekk? Nei, 60 milljónir sem hún fær. Já. Það eitthvað slags. En Finnur svarar þessu bara eins og hún komið þetta einu við, eins og hann hafi borgað þetta. Hann var náttúrulega að tala við fulltrúa sko almennings sem á 44% í bankanum. Og hann bara segir, ég bara vil ekki segja það. Þetta ekki í lagi. Nei, þetta ekki í lagi. En það nefnilega alltaf þannig. Það einhverju fleiri sem vita hvað þetta mikið og þá fyrir blaðamenn og fréttamenn ringja. Það alltaf glufa einhvers stað, bara finnum hana. Já, þjóðin vil vita það. Ég las ég beið til þér áðan, að þá að lesa Ragnar Þór að tala að VFR fyrir lítið milljarða út úr Íslandsbanka. Svo innanhúsmaður gerður að bankastjóra. Já. Við spiluðum hann í gær og settum það á vefinn okkar. En hann kom sem vitni í landsdómsmálunni gegn Geir Haarde. Og þar hann að lýsa, hann var að vinna inn í Glitni í einhverju fjárstýringu og þegar fór að líða svona á árið 2007 þá bara bankin að falla og það vantar bara pening og hann segir það að allur fókus bankans fóru því að bara redda pening einhvern veginn, ekkert í því að lána út og eitthvað svona því að þau voru bara að bjarga svo falli. Og það sem að þeir komast að því að sé snjallt að gera með ráðleggingu frá Lehman Brothers bræðurum að það er að taka hluta af lánasafninu sem mögulega getur selta eins og bankar gera það stundum eins og var í bankakreppinu núna í vetur þá eru dæmi að bankar hafa bara selt frá sér lánasafn. En það var engin til að kaupa þetta var algjör hrakvirði. Þannig að lausnin var svo að taka þetta drasl, pakka einhvern veginn saman og búið til félag það sem að hétu eitthvað Hof og Hóll og Hólmi og eitthvað svona. Svo þetta félag gefur út skuldabréf sem að banki kaupir og banki fer með þetta skuldabréf í Evrópska Seðlabankann og tekur út pening. Og bankastjóri í Íslandsbanka sem var ráðið núna til þess að vegna þess að það var svo mikil spillingan inni og almenningi ofbauð þetta svona, hann bara inni í landsdómi að lýsa einhvern veginn, það eiginlega bara, þetta bara bankar á hann. Það bara verið að taka verðlausar eignir, gera eitthvað með það, koma svo með eitthvað og taka það bara út úr Evrópska Seðlabankanum sko. Bara tróða alla vasa. Til að lifa nokkra dagi viðbót. Já.
Og þetta er náttúrulega dæmi það að auðvitað breytist ekki á Íslandi. Ásgeir Jónsson fyrirverandi hann var í Kaupþing og þvælan sem að rann bara hún þar Þannig ég veit ekki hvernig þjóðinni dettur í huga að allt breytist við að ekkert breytist. Já. Það En þetta nú kannski svona Íslandsbanki en pólitíkin ef við farið í stjórnarandstöðuna. Hefur tíminn það? Já, en það er sama, þetta Íslandsbankamál, það getur orðið svo stórt og mikið. Það er það náttúrulega. Það er rosa margir að loka því en það er fókusin verður að fara á Bjarna. Hann má ekkert bara láta ykkur að hafa umboð til að gera þetta og skipta sér ekkert að því. Það er bara ekki mikið til greina. Það eru margir að loka málum til því frá sjálfstæðismönnum. Það er líka margir að loka þessu vegna þess að fjármálaeftirlit á eftir að birta skýrslu hina söluaðalana og ég held að vitið allir að þess alveg sama drullumakrið þar Þú veist, íslenskt fjármálakerfi er bara gerspilt og það er enginn sem hefur svona kontról sem máli sem með einhverja lausnir á því, einhvern áhuga að breyta því. Þannig það er mikill vilji á því að kæfa þetta mál bara. Já, þegar rétt fyrir hrun þá var maður sem að voru samtímis í líkansrækt og ef ég var á hlaupabrettinu eitthvað þá kom hann stundum og sagði að setja sama við mig. Það sem ég vinn Sigurjón, það skiptir kostnaðurinn ekki máli. Hvernig endar þetta? Þá voru þeir að sækja eitthvað og þá var bara kostnaðurinn skipti bara ekki máli og það bara var hugaferðið Heyrðu, já, stjórnarandstöðuna, hvað er þetta að byrja? Ég hef ekki að byrja á Samfylkingunni sem er náttúrulega frekar erfitt að tala um Samfylkinguna því að þau passa svo mikið á að tala bara ekki um pólitík Það er eins og þau ætla að halda niður í sér andanum Ég vonum að þau haldi þessu fylgi alveg fram á kosningum Ég ætla að vitna í Þorsteinn Pálsson, hann segir sinni við mig ég var ekki að tala um svona að sjálfstæðisflokkurinn blanda sér ekki í þetta mál eða eitthvað deilumáli og þá sagði Þorsteinn sá sem er stæðstur hann má segja sem minnst og láta hina berjast og samfylkingin er orðin stæðst það er svona áum kannski ekki að vera endalaust eitthvað Nei. En oft er þetta rálegging í kosningum þegar er kannski svona 10 dagar, 2 vikur eftir þá borgar sér ekki að vera að segja neitt og gera neitt það er það bara til þess að halda ekki að styggja neitt en þú getur ekki gert þetta í 2,5 ár Nei, þá bara við erum kannski á þeim stað núna bara svo reyndar Kristur farin að ég held ég að við heyrt röddinn að tvísar út í Íslandsbankamálinu en nú er reynda komið fram fréttur að hún hafi verið þarna að greiða eitthvað í endur útreikninga bankans þar sem að bankinn sætti sig ekki við að eitthvað svona kaupréttar snúningar starfsmannana þar væru túlkaðir sem raunveruleg fjárfestingar og hún segir alltaf fjárfesting en með því að leggja á þetta eins og þetta sé bara launaskattur þá er bara sagt að þetta er bara laun þetta er bara hlunni eða svona greiðslu þú férst bara launið þín að hluta til með þessu þannig hún er þar kannski, ég veit ekki, kannski er Íslandsbanka fókusinn á spillingu inn í fjármálakerfinu kannski ekki gott ef þú varst fyrirverandi starfsmaður Kveiku, ég veit ekki Nei, ég veit ekki en það Þeir tjá sig ekki í hvalinn þau tjá sig ekki um flóttamenn þau tjá sig ekki um neitt af þessu sem er að deila Nei, ég nefna Íslandsbanka sem er náttúrulega stóra máli núna og skikkið mér sá hvalamálið Nei, það er ekki hægt það er svo villast máli en nei, það hún hefur mikið vita á sem hún er að segja eða fólki finnst það allavega og en svo getur verið að hún þurfi þá eitthvað hættulegt framundan að eitthvað aðrir komið meira fram veit ekki Svo er spurning hvort að flokkur sér tilbúin ég hugsa að hún hafi metnað til þess að mæta bara með nýja forystusveit í næstu kosningar hreinsa til. Já, bara mæta með eitthvað svona ráðherralið, eitthvað sem að fólk lítur á sem að geti bara tekið yfir. Mér finnst það svona tónnin í þessu, að þú veist að þá kemur með eitthvað sem henni finnst vera flott fólk eins og alltaf sagt í Samfylkingunni, alltaf lítið okkur flottu fólki.
hitt fólki sé ekki nóg flott. Já, en sko... Þannig að ég held að hún sé ekki búin að þessu, sko. Nei. En hún með alveg tök á flokknum, en hún á eftir að laða til flokksins einhverju sem að hún telur vera góða frambjóðendur. Ég held að hún hef engan áhuga á að bjóða fram Oddnýju eða Helgu Völu eða... Ég held að hún er bara eins og Tony Blair, sko. Hún vil bara New Labour. Hún er bara nýjan tón, nýjan blæ. Þetta er flokkur sem er ekki verið að tuða hvað er í samfélaginu. Þetta er flokkur sem er hingað komið til þess að stjórna. Já, það er þegar komið svona varandi Oddnýju í Suðurkjördæmi, Björgvin G. Sigurðsson fyrrverandi ráðherra, hann ætlar að sækja þetta í fyrsta setinu og svo einhver annar maður sem ég man ekki hver. Nei, ég man ekki heldur. En það er svona sko strax bara fyrir að opinbera þetta að það verður slagur sko við Oddnýju ef hún heldur áfram, það er nú eitthvað getgáttur þá hún alltaf hætta og kannski engin spurt hann að því, bara fólk að ímynda sér. Svo alls konar fólk sem mun koma. En hún er svona, þess að ég fylgist með pólitíkina, hún er svona aktífu stjórnmálamaður, hún er svona, með skoðanir og svona vandvirk eins og hún er að gera, sko ég. Hver? Oddný. Já. Það er ekki skömma henni fyrir samfélkinguna. Það er ekki gott að milli þeirra eins og sattir. Já, það er aftur annað. Það eru búin að vera sálfræðingur þarna störfum við að halda þingflokknum saman. Já. Því það gnýstir á milli, sko. Það er náttúrulega þegar kemur eitthvað svona out of the blue inn í flokkin, eins og Sigmundur Davíð, að það er oft sem að það veldur svona, þú veist. Já. Já, svo er það kannski eitthvað svona klíkumyndin. Það byrjar strax sko að Helga Vala er setta afsend þingflokksformaður og Logi fær það sko. Þannig að það er eitthvað. Þannig að kannski er það svona merkjum eitthvað sem að blað og fréttamenn ætti að vera elda núna sko. Hvort það séu einhver átök innan samfélkingarinnar. Við höfum ekki heyrt að því. Ég held að eins og við vorum að geta þess að væri eitthvað maður að rekna upp í valöld hvernig væri færi að kannski að slíta ríkisstjórnum að gera eitthvað. Að ég held að sko fókusin á forystu samfélkingarinnar er bara að byggja og undirbúa framboð fyrir næstu kosningar sem að getur sótt þetta fylgi og það verði boðið upp á eitthvað sem að fólk lítur á að sé valkostur að stjórna landinu. Ekkert píratarugl. Þetta er þessi línan sko. Þessu trúi ég vel sko. Hún talar þannig sko, hún er náttúrulega, hún er mælsk og hún talar þannig og hún bara allar að vera ráðherra og flokkurinn fyrir ríkisstjórn, hún bara... Og ný og fersk sko, sem að til dæmis að þið voru þannig ríkisstjórnarflokkana áðan, að fólk er alltaf verið hundleitt á Bjarna og Katrínu og Sigurð Inga, það er bara þannig sko. Þú veist, það er engin sem að getur átt sko hittara í fyrsta sæti sko 12 ári í röð sko. Nei. Það er ekki eins og bílarnir. Það dugar engin svona lengi sko. Við tala ekki eins og stjórnmálafólki er hérna, þeir eru á Gíslamarteini og eru í auglýsingum og eru bara allstaðar sko. Þannig að það er bara, svo kemur ég held að það sé eitt af þessu sem að Kristrún er náttúrulega rosalega mælsk og hún kemur frá vinstri en talar hægrísku, svona talar efnaðasmálin og svona, það er bara rosalega skemmtilega innkoma inn í þetta. En það er líka að ég held að til dæmis fólki í Sjálfstæðisflokknum, í VG og Framsókn og kannski víðar sé að hugsa djöfull getum við fengið mikið út og bara að svissa aðeins fórustunni til, sko. Þú veist, kannski fáum við bara eitthvað auka bara með því, sko. Já. Heldurðu að þeir formið þrír hérna í stjórnarflokkunum séu jafn stóri í sér og Logi, sko, hann segir bara að sé formaður. Ég held ekki að þeim fari út nema, sko, gargandi, sko. Já, en hann bara, veist, styður bara nýja formannin og það er svona, sko, formenn, þeir hafa sjaldan eftir að missa embættið, sko. Það er eitt dæmi það. Stengur mjög jóð, þegar þau forfa fram á kosningatap 2013. Og þá var bara mánuður í kosningar. Þá hættir hann í Norrænhúsinu og Katrín tekur við. Það er rétt. Því hann átti að sjá því að hann myndi bara slátra flokknum ef hann ætlaði að reyna að leiða hann. Samt var hann sko, þú mannst eftir hann sko, hann var svo sannfærður að hann hefði bjargað íslensku þjóðinni frá hruninu. Að hann eiginlega eini, hann var alltaf sótti svona metnaði því að vera að vinna á kvöldi, hann var alltaf ljós í fjármálaráðuneytinu, ótrúlega duglegur og hann hafði bara svona næstu einn bara bjargað íslensku þjóðinni. Hann hafði þessa sýn, en hann hafði samt sko stórmennskun í sér til þess að bara víkja.
Ég sagði á þessum tíma hann hafði með þess að fara út með rusli líka því að hann var alltaf vinnandi. Þá var ég með sprengisatt og talaði mjög oft við hann og þá sagði hann, ég tók ekkert mark á þessu þegar hann sagði, hann sat upp á svona eldhúsbekknum sko, og drekka kaffi og þá sagði hann mér svo sögum að hann hefði verið beðinn að vera landstjóri í Grikklandi. Að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi beðið hann ég tók bara ekkert mark á þessu svo eitthvað mánuð, 2 mánuð seinna þá dúkkar þetta upp sem frétt einhvers staðar. Ég held að þetta væri bara svo krakka þannig að fara út í sjokku og svo fljótur að hlaupa sko. Hringdi ekkert í svona blaðamannssusnum að þetta væri stór frétt. Nei, mér fannst það stór merkilegt. Nei, ég tók ekki mark á þessu. Það var ótrúlegt til að vera satt. Já, þetta myndi mér strax á þegar maður var lítill maður, Siggi hlauptuð fyrir mig út í búð. Nei, þú svo fljótur að hlaupa, hlauptu. Já, þetta myndi mér. Það er að vera að stríða honum bara. Já, ég held að eða hann eitthvað sagt þetta á barnum sem þú ætti bara að taka Grikkland maður eitthvað. Hver heldur sé að biðja hann að vera landstjóri í Grikklandi, hvaða? En hann vék, það er ekki mörg dæmi um þetta. Það er ekki mörg dæmi um þetta. Þorsteinn Pálsson. Hann tapaði. Hann tapaði fyrir í formannskjöri. Já, þú meinar að hann var fyrir fílu, já. Já, hann var svo ráður í mörg ára eftir. Já, en hann tapaði. Já. Illu hilli held ég. Illu hilli held ég. Það hefði orðið öðruvís í Íslandssagan ef að Davíð hefði ekki komist til valda. Já. En kannski hefði bara fengið einhvern annan svona Herðu, erum við stjórnarráðsins? Já, Samfylkingin. Þá erum við í starðar, hérna, hvað er Píratarnir? Já. Við vorum með fréttu það að þeir eru búin að loka félagsheimilinu sínu og það er eiginlega ekkert grasrótastarf. Þeir eru með svona kosningakerfi stefnu sem að liggur bara dögt niðri. Þeir vildu loka Píratarspjallinu og voru með fund hérna uppi í leiguhúsnæði og það var hérna almenni flokksmenn höfnuðu því, þannig að vilji flokks hérna fórustuna til þess að loka á þetta gekk ekki eftir. Þannig að þeir eru svona, það eru mikla breytingar í Píratum. Þetta er eiginlega Píratar byrjuð á því að vera svona grasrótarhreyfing og sóttu mikið í það. Að þeir hafa alveg bara snúist. Og ég veit ekki alveg á hvaða leiðir eru, hvað er viljað með þetta. Nei, það þingmenninir sko þá svona sér öðru þessu hugsandi heldur en almenni félagsmaður. Það er alltaf þannig. Já, ég veit. Nei, ég segi þá kannski þingmann getur fengið ráðarann í magan, sko. Ég veit það. En þess vegna er svo gott að hafa sko grasrót og fórustu. Þannig að grasrótin sko haldi fórustunni á mottunni og ef að fórustan er að gera ykkur vitleysu þá bara hendir grasrótinni. Þannig virka flokkar. En ef þú losar grasrótinu bara með fórustuna sem er bara eins og bara lost in space einhvers staðar. Það er einhver 8 manneskjur. Ég veit ekki hvað það er sko. Nei, það er engin flokkur svoleiðis. Nei. En samt er heldur þetta sé þannig, já. Samt er þetta Viðreisn er ekki flokkur í sjálfu sér sko. Nei, en þau eru og flokkur fólksins er ekki flokkur, það er bara Nei, býta sjáu Viðreisn sko að það sem það vera að tala pólitíkina þeirra en hvernig flokkurinn aktar sko að þau eru með sko að því að oft stjórnmálamaður verður að vera mælskur og þau eru þar með til dæmis Sigmar Guðmundsson, Þorbjörgu Sigríði, Hönnu Katrínu og það er bara Þorbjörg Sigríður er hérna, hún nýtur þess að hún er mælsk svo er hún kona og hún er hnittin líka hún. Ég held hún sé í öðru hvorum hérna vikulokonum á RÚV og svo er hún kannski í 4. hverjum Sprengisandi. Ég held að hún sé sá sem stjórnmálamaður sem er oftast í svona spjallþáttum kannski líka því að Viðreisn svona ég býst við að svona venjulegu blaðamaður svona heilt yfir er svona einhvers staðar á bilinu á milli Samfylkingin og Viðreisn. Þetta er eiginlega einhvers staðar þar. Já, því sagði. Já, þeir eru voða sjaldan í svona spjallþáttum og svona eru með eitthvað sem er sko vinstra megin og hægra megin. Þeir eru litt allt svona eitthvað svo kallaða frjálsleita miðja. En hún er mjög mýða þar og Sigmar er náttúrulega með mælskustu. Já, mjög. Hann kemur blaðalust upp í pontu og svona og hérna náttúrulega vanur að tjásimaðurinn en hann er líka hann er mælskur og talar blaðalaust og svona þetta er svona stíllið honum. Það er eitt að vera með stílinn. En hvernig stendur á því að þegar að Samfylkingin hérna yfirgefur Evrópumálið og skilur það eftir að Viðreisn vex ekki? Hver hefði spáð því fyrirfram? Og þá er annarkvort eitthvað að Evrópumálinu, það bara er engin áhuga á því, eða það er eitthvað að Viðreisn. Já, er það ekki það? Og hvað er að Viðreisn?
Þetta er náttúrulega svona, ég veit ekki. Það er náttúrulega komið tíminn til að skipta formann. Ég held að það sé komið tíminn til að skipta formann. Já, ég held það líka. Já, hún er bara... Já. Það var náttúrulega, fyrsta formannu var bara hent út, sko, Benedikt Jóhannessyni. Ég held líka að hún sé engin, sko, forystu maður fyrir hennar hóp. Ég held ekki, sko. Nei. Ég held að þessi sem við vorum að nefna þarna, sé ekki að býða eftir einhverju svona ljósi frá henni hvað ég að gera eða ég upplifi ekki þannig, sko. Nei, ég held að það fólk er og pólitískt og veist, ólgar í þeim svolítið, að það geti ekki farið fram úr flokknum í rauninni. Er það ekki? Jú, ég held að Þorgerður Katrín verði ekki fórustu Viðreisnar í næstu kosningum. Já. Ekki Bjarni, ekki Sigurður Ingi og ekki Katrín. Já, það er ekki. Ég held að spá þessu. Já. En ég get spáð einu. Inga Sæland verður í fórustu sínuflokki. Já. Og Sigmundur Davíð í sínuflokki. Já, það er nú bara úr tveimur að velja þar. Nei, það er 50% líkur. En ég held að hann, Sigmundur Davíð, hann lítur á að hann sé að koma inn í svona betri tíma í pólitík. Já. Hann er með þess að farin að vera sko skemmtilegur í ræðistól sko. Já, það er svona, hann er komin von í hann að hans mál og hans málflutningur eigi eftir að njóta meira fylgis í framtíðinni. Það var svo rosalega fúllan eftir COVID, var það kvart yfir að pólitíkin hefur verið tekin úr sambandi og talar hann að þegar við mældust í 14% og það finnst þeir svo COVID hafi svikið sig eitthvað sigur. Þannig að hann hefur ekki búin að vera í stöðu. Mér finnst svona undanferði finnst mér eins og hann sé svona fullur af hann er vonbetri. Ég hef tekið þetta í því og hann er sko stundum kemur hann ávart sko, hann er í ræðustól og hann er hlegið í salnum og svona skemmtilegur og eitthvað. Og svona, mér finnst hann svona að hafa tekið sér svolítið á, hann er svona léttari heldur hann var. En hann líti ekki á alla í salnum svona sem andstæðing og svona, hann sé svona blíðar á mannin. Já, kannski bara er hann að búa sér til einhverja nýja stöðu, vill vera önnu típ og svona, það er smá húmur, nei, mér finnst hann vera svona kostuleg típa, Sigmundur. Já. Rosa skrítið maður. Já. Talandi svona, gæti verið persóna í svona framhaldsseríu, þá var hann náttúrulega gæti verið í bæði gamanleik og harmleik. Já, sko, þegar ég með Sprengisand þá hafði ég byrja alltaf þættin á svona stuttun leiðara og einu sinni var ég leiðara Steingrímur Mjók, hann var ómögulegur en hann var fyrsti gestur og mætti og snemma en hann satt á móti mér inn í hljóðurnum en ég var að tala hann sko. En hérna Sigmundur Davíð, hann vildi meina það að ég væri alltaf sko með leiðara gegn sér sem að ég var ekki, það var bara að ég var ekki neittni herfyrir gegn manninu, en hann var alveg harður þessu. Svo einhverju bríjar ég segi, blessa, komdu bara næsta sunnudag og þú mátt vera með leiðarann. Og ég gerði það, ég var ekki bátt fyrir svona, sérstaklega, Þórði Snæ, þeir skildi ekki alveg, þetta var svona kannski mísefnaða brandari hjá mér, sko. En mér fannst það rosalega fyndið að stjórnmálumaður sem var búin að kvarta undan mér endalaust, að hann fengi bara einu svona að segja þetta, sko, fengi þessar 5 mínútur, sko. Þetta er náttúrulega þessi taugur í Sigmundur Davíð að honum finnst svona, hann upplifir sér svolítið svona í miðju átakana, að baráttan fyrir frelsinu, hún er háð þar sem hann er. Hann er svolítið og þess vegna kannski menn sem eru svoleiðis upplifa svolítið þess að sé verið að tala sig þegar þeir horfa á fréttirnar. Hann er alltaf í úrslita orðstu, hvort sem er bara tjáningafrelsið eða málfrelsið eða framtíð Íslands eða þetta er alltaf úrslita orðstur. Hann mætir ekki neitt minna. Það sé svo mikill stríðsmaður, hann bara ég veit ekki, þetta kannski blási allt upp bara til að hafa slægin sem stæðstóra mestar. Já, kannski er þetta bara sumir eru svona með vílínu heimsins bara yfir hausinn á sér. Herðu, þetta er alltaf svolítið sérstakur flokkur. Já, mjög. En hérna, hann grætti ekki á því að geta hann hráa nautahækið þarna fyrir síðustu kosningar. Jú, hann var í heyrðan einhvers staðar, haldaði fram að hann hefði verið að tapa öllu. Það var bara, náði ekki að vera, hann lýsir sér þannig, þetta er alltaf eins og í einhverju senur úr einhverju sögu, sko. Það var bara COVID og það var ekki nein pólitík á dagskrá og hann sá fram á það að hann myndi bara geta hugsalega bara tapa og þurrkast út á þingi. Þannig hann ákvað bara að gera eitthvað til þess að vekja athygli og þá var hann út í Mó að borða hrátt hakk
og það kannski hjálpaði mig bara til þess að halda styrir á þingi, eitthvað svona að vera að saman. Já, hann hefði sagt þetta eitthvað? Já. Það er náttúrulega talandi um... Það eru mörg triksin. Já, talandi um menn sem aldrei geta viðurkennt mistök, hann er náttúrulega í þeim hópi. Já. Ansi margir. Ansi margir. Já. En við erum konið píratarnir, við ráðum ekki til þá. Nei, það er eitthvað þeir verða óráðið. að segja okkur eða hvað þeir eru áður en við getum. Já, það er svona óráðið. En þingmenninni þeirra, Inga. Já. Já, alltaf vildu að tala um þingmennina? Nei, ég veit ekki, það eru, sko, hvað heitir hún? Þórður Sunna. Já, það er lítið fyrir henni svolítið. En já, hún er bara skörungur, sko, það hann talar. Og svo hún hérna, Ardís Anna. Hún er ný. Já. Gamla reglan hjá Pírötunum hefði verið svo að Þórður Sunna og Björn Leví myndu ekki bjóða frá næst. Nei. Og ekki heldur Halldóra. Nei. Halldóra við nú lítið séð hana í vetur. Hún er í barningafrí og það maður eiginlega bara ekki. Fyrir minna fyrir henni eftir það, eftir þú kom aftur. Af því að sömuliti svona í aðdraganda síðustu kosninga þá var hún einn af aðal forystumönnum Píröta. Já. En þetta er ágæti sveit, sko, sem við erum að tala upp hérna. Velgjert fólk. Já. Og Björn Leví getur tekið Bjarna á taugum með að mæta sokkalistanum í pottu. Já. Þolir það ekki. Að Bjarni er verri þegar þeir eru saman í herbyggi, en Björn Leví er betri þegar þeir eru saman í herbyggi. Já, það er þannig. Maður sér alveg, sko, þegar að spurninga til hann, sko. Og já, það er þannig, en þetta er ágætis sveitseru með þarna, sko. Já. Og þá eru konið í Ingu Sæland. Já. Með hérna, það er eitt sem ég er að hugsa þar, að því að, sko, hvort þessi flokkur er meir en Inga Sæland. Ég veit ekkit hvort að Jakob Frímann eða Tommi og Tómaborgurum hugsa það. Ég veit ekki heldur hvort að, sko, Guðmundur Ingi held ég að sé nú bara búin að vera svo lengi með Ingu Sæland, hann er örugglega ekki að hugsa það. Eyjólfur Ármannsson í Norðvestri held ég sé ekkit að pæla í þessu. En ég held að Ásta Lóa sé að hugsa framtíð flokksins. Já. Og ég held að plani á henni sé það að fá Ragnar Þór Ingólfsson inn í flokkin og hann geti leitt flokk fólksins í framtíðinni. Já. Þú tekið eftir því að þau skrifa alltaf greinar inn á Vísi saman. Já. Og mér finnst þetta orðið og þau eru núna, þau einhvern veginn tekið að sér að vera með mótmæli sem að innir á Austurvelli sem að kannski sló ekki alveg í gegn. Nei, því miður, sko. Hvaða merkingu hefur þetta? Þau kom alltaf saman sem eitthvað svona tím. Okkur formaði VFR í liði með þingmanni flokks fólksins. Það er nú kringum hagsmunasamtök heimilana, sko. Þau náttúrulega voru þar bæði, sko. Já, þau eru náttúrulega farin í sikkur áttina síðan þá. Já, ég segi þannig að kunningsskapurinn getur, hann er kannski nokkur ára gamall, sko. Það sem ég er að segja, ég held að sé hugsun innan í eða kringum flokk fólksins þú veist, hvort það sé hægt að gera hana flokk þannig að hann verði eitthvað. Mér finnst Eyjólfur Ármannsson svolítið svona sérstakur maður. Já. Hann hefur unnið mikið inn í ráðuneytum, hann hefur svona lífsreynslu. Og hann var í rannsóknarnefnd, hann var í rannsóknarlögreglunni, eða fjárglæfra deildinni. Já, en svo vann hann líka í ráðuneytum, þannig að mér finnst hann stundum tala, sko, maður sem veit hvernig þetta virkar, sko. Og þannig að ég myndi halda að hann væri einhvers virði, eða nokkurs virði fyrir flokk fólksins. Já. Hann kemur oft með svona skýra stefnu í alls konar málum. Já, hann er og fljótur að ákveða sig. Hann er svona Guðjóns Ármanns Eyjólfssonar sem var skólastjóri Stýrimannsskólanum. Mér finnst gaman að Eyjólfi, hann er maður gengur hratt í honum heilasælunar. Já. Stundum er að reyna að tala um svona 20-30 í einu, mér finnst alltaf gaman að svona mönnum. Já, ég tekið eftir honum, hann er vikt í honum. Já. En Ásta Lóa held ég að sé svona framtíðarleiðtoginn ef að Inga hættir. Meðal annars vegna þess að flokkurinn vann kosningasigur í Suðurkjördæmi. Hann vann kosningasigur yfir landið í heild en sigurinn var áberandi bestur í Suðurkjördæmi. Já, það sem hún Ásdís Lóa var í. Já. En eru flokkarnir þá upptaldir eða eitthvað? Já, bara allir sem inn á þingi. Sólstættaflokkurinn sem er auðvitað þings en er alltaf þarna með. Þá finnst mér þetta að vera þannig að nú skiptum við og nú er ég stjórnandinn og ég spyrir þig. Er það ekki? Nei, en sósíalistaflokkurinn hlýtur að vera með. Já. Sósíalistaflokkurinn er náttúrulega allt annars svona flokkur, sko. Því að
Sósíalistaflokkurinn er alltaf sósíalískur flokkur og auðvitað borgarleg stjórnmál skipta máli, hvernig er kosin á þing og í sveitarstjórnir og svona. En það hefur aldrei verið sko megin verkefni Sósíalistaflokksins. Það er fyrst og fremst endurreisn verkalýðshreyfingarinnar. Það var okkar fyrsta, við heldum fund á Austurvelli áður við stofnum flokkinn sem hét endurreisn verkalýðshreyfingarinnar. Þar talaði Ragnar Þór, Sólveig Anna, Ástálfa og fleiri sem þyrfti svona endurreisn verkalýðshreyfingarinnar sem myndi sannanlega berjast fyrir að því að þá voru við að ávarpa raunverulega verkalýðshreyfingu sem hafði bara lognast út af. Ég veit það. Og síðan náttúrulega uppbygging svona annara almannasamtaka eins og leigjendasamtakana og því að sósíalískur flokkur, að því að var að tala áður sko píratana sem svona foresta lost in space, það er ekkert vit fyrir sósíalískan flokk annað en að vera sko pólitískur armur einhverjar virkrar alþýðurhreyfingar sem að verður að vera verkalýðshreyfingin, þú veist, hagsmunasamtök leigjenda, innflytjenda, einstæðra foreldra og því meira sem aflir í einhverju slíku að því meiri gagnir af forustu inn á þingi eða inn í sveitarstjórn. En það held ég myndi aldrei verða sko forusta flokksins. Ef að sósíalískur flokki er stjórnað, eða flokk er stjórnað innan úr þinginu, þá held ég hann hætti að vera sósíalískur. Skil hvað það fara. Ég skil hvað það fara. Þannig að sömuleyti er Sósíalistaflokkurinn alltaf öðruvísi heldur en hinni flokkarnir, sko. Við erum alltaf verið svona hugmyndur hvað er pólitík og stundum bara segi fyrir mig persónulega, sko, að maður áttar sig ekki á þessu, sko. Stundum maður áttar mig ekki á því, sko, þetta gengur. Ég ætla að gæta mig. Leigjendasamtökin, þau hafa verið með kröfu leiguþak og leigubremsu. Og síðan kemur flokkur fólksins með sitt frumvarp leigubremsu. Svo kemur Samfylkingin með sitt frumvarp leigubremsu. Og ég held að Píratarnir komið með sitt frumvarp leigubremsu. Og ég segi bara, sko, hvað er þetta? Eru þau að reyna að flagga eitthvað að þau standi í minn flokkur stendur með þessu? Akkur búar ekki til einhverja sko frumvarp sameiginlega og reyna að fá þá viðreist með sér og kannski hluta af VG og okkur vinna ekki vinnuna sína og vinna fyrir fólki sem eiga að vera að vinna. Þetta getur ekki allt snúist einhverja endalausa PR-mennsku, sko. Þannig að þess vegna get ég eiginlega ekki því að við erum með leiðum okkur núna að vera að tala pólitíkina svona persónurnar og möguleika í kosningum og þetta. Þannig að það er svo lítill hluti af Sósíalistaflokknum sem er þar, sko. Og stundum svona spyrjum við okkur að því, sko, ættum við ekki kannski vera aðeins meira í þessu. En svo erum við að byggja upp til þess að samstöðun og svona, því að það er ekki séns að heyja einhverja pólitíska baráttu á þess að hafa eitthvað vettvang. Þú getur ekki háð einhverja pólitíska baráttu hvað inn í vikulokunum og bítinu og bylgjunni. Það er bara ekki séns. Nei, ég er alveg saman. Þú ert alltaf í óvinnalandi. Já. Ég spurði bara svona létt og þú sagði nei og svo þú búin að tala Sósíalistaflokkinn í 10-15 mínútur. Við erum komið alltaf langt, sko, fólk þarf að vera að komast í áttin. Já, en við erum að klára þarna, en það er engir aðrir flokkar utan þings sem að þetta tala Sem getur orðið til. Já. Nei, ég held að það hefur verið svona gusur. Það var ég held að toppurinn var 2018 í borgarstjórnarkosningunum. Þegar voru var ekki 16 flokkar í eitthvað svoleiðis. Og það voru meira, það voru 2 svona kallaréttinda flokkar sem voru svona kallar sem voru móti feminism, voru 2 svona flokkar. Það var einhver ágreiningur einhver gatnamót sem að urða stjórnmálaflokki. Örn og Gunnarsson. Ég maður ekki. Já, þeir voru síðast, sko. Það var flugvöllin burt. Ég er að tala 2018. Þá var reyndar kvennarhreyfingin sem að ég hugsa að byrja hvað ætti það ekki að halda áfram, sko. Því að VG hefur ekki bara svikið sósíalistana og ekki bara umhverfissinnuna. Þeir var líka svolítið svikið, þú veist, svona raunverulega kvennabaráttu. Hún var til 2018 eftir að þessi ríkisstjórn er búin til. Þá var kvennarhreyfingin. Náði ekki góðum árangri. En mér finnst það að vera fýtflokkur, sko. Já. Þannig að við vitum ekki meira. Ég myndi vilja hafa eldri borgaraflokk, eftirlaunaflokk. Mér finnst það að vera hópur sem hefur svona skýr, klár, sérstök
sérstaka hagsmuni sem að allir flokkarnir hann á þingi misnota bara brefin sem að Bjarni sendir eftirlauna fólki. Ég á það. Ég get byrta þegar. Það er margir sem að byrta þetta á og til, sko. Þetta var svo galið, sko. Ég held að við höfum gott af því að fara svona, vera með fleiri flokka, já, því að Bjarni alltaf að tala um þessu alltaf margir flokkar. Ég held að þessi gott, þessi Hollandi, það er engin þröskuldur og landi eitt kjördæmi. Það enda náttúrulega með sko 18 flokkum á þingi. Ég held að bara Samfylkingin og fleiri sem eru að berjast fyrir þessu, ég held að fatt ekki hvernig kosningakerfi virkar, sko. Þeir eru alltaf að annars vegar vilja þeir vera afgerandi bara eini vinstriflokkurinn, allir saminast með þeim, svo vilja landi eitt kjördæmi sem að þýðir það að verða sko miklu fleiri flokkar. Fjöldi flokkar ræðs bara því hvað eru margir þingmenn í kjördæminu. Það er bara 2 flokkar ef það er einminniskjördæmi, en ef þú ert með landið allt eitt kjördæmi þá ertu með 16-17 flokkar. Endalaust. Í Hollandi er flokkur dýrana og alls konar. Það eru margir innflytjendaflokkar eftir því hvaðan fólki kemur. Þannig að það er þetta að stofna flokk hvalsins. Já, ég held að það er ekkert svona, það er ekkert endilega víst að svona stjórnmál verði lagari, sko. Nei. Ég held að enginn í Hollandi sé að kvarta yfir því að séu margir flokkar eins og sjálfstæðisflokkur. Bjarni Benediktsson kvartar yfir því. Hún leiðist það í sömu deild og Björn Leví. Hún leiðist að vera í sömu deild og einhverju svona flokkar sem er ekki neitt sem honum finnst. Honum finnst það óbúðslegt vesinn að vera í ríkisstjórn sem eru, þú veist, ekki bara 2 flokkar. Það þurfa að vera 3 flokkar. Hún finnst það óheppin. Lendi í þessu. Já, það er svoleiðis. Enda skiptar hann skapi stundum og hún leiðist þingið. Hún finnst það ekki sambóðið sér. Það hefur svona einhverja óbeitt á því. Er það komið hjá okkur? Já, komið hjá okkur. Þá bara þakka ég kærlega fyrir komuna. Kannski fæ ég þið bara oftar í heimsókn. Tala um pólitíkina. Takk fyrir boðið. Og hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við hjá okkur. Og þetta er síðast í svona venjulegi þátturinn að rauðaborðinu þessa viku. Við komum næst á mánudaginn, en á morgun verður rauðaborðið, það verður vikuskammti við rauðaborðið þess að við ræðum fréttir vikunar með góðu fólki klukkan 4. Sjáumst þá.